Jón Davíð Ásgeirsson, arkitekt, hann eitthvað stór á leiðinni, ætla ég rétt að vona, hann annars bara höldum við þessu bara uppi, 4, við getum það nú alveg. Já. Hvað við kannski byrjum bara á þér Lísa, ég las pistil eftir þig, núna bara á dögum, þar sem að þú kallar eftir svona breyttum áherslum í fyrir stúdenta. Já, þegar það var boðað til kosninga þá höfðum við 45 daga til þess að kynna okkur stefnur 10 flokka á meðan við vorum í prófundirbúningi. Þannig það er mikið búið að vera í gangi hjá Landssamtökum íslenskra stúdenta, aðalega bara kynna stefnumál flokkana fyrir stúdentum, en líka svolítið að reyna að halda okkar málefnum inn í umræðunni á meðan stjórnarmyndina er í gangi og svoleiðis, af því að það er okkar upplifun að við höfum svolítið setið eftir núna síðastliðin ár og einmitt eins og ég bent á í greininni minni að þá hefur kaupmáttur ungs fólks staðið í stað í 20 ár eins og fram kemur í greiningu hagfræðings stéttarfélagsins Visku. Og við erum náttúrulega með handónýtt lánasjóðskerfi sem við höfum talað fyrir. Það er svona stóra stefnumáli okkar í ár og hefur raunar verið það í mörg ár. Núna þegar það er komin smá reynsla á nýja kerfið að þá er svolítið að koma í ljós að þetta er ekki styrkjakerfið sem þetta á að vera, sem er lögbundið hlutverk Menntasjóðs námsmanna. Það er að vera félagslegt í öfnunartæki og í sinni núverandi mynd er hann það bara alls ekki. Þannig það er svolítið það sem ég vildi koma inn á í þessari grein og reyna að tryggja að núna þessi nýja ríkisstjórn sem verður vonandi mynduð sem fyrst leggi áherslu á málefni ungs fólks og málefni stúdenta þegar við erum eftirbátar Norðurlandana þegar kemur á háskólamenntun eins og staðan er í dag. Og það svona eitthvað krafa að ég er bara hreinlega niðurfellinga á námslánum? Já, það er náttúrulega, BHM hefur líka talað mikið fyrir leiðréttingu á gömlu lánunum, af því að það eru einu lánin sem voru ekki leiðrétt í hruninu og nú stendur fólk frammi fyrir því að vera að borga heilan mánuð í námslán bara til dauða dags og staðan í nýja kerfinu er eins eða verri ef ekkert verður aðgert, af því að með nýju námslánakerfi þá voru námslánin gjörsamlega markaðsvædd í rauninni. Nú eru vextirnir breytilegir og það er óvissa með greiðslubyrði en maður fær ekki þessa 30% niðurfellingu sem átti að vera styrkur ríkisins við stúdenta, að þá er greiðslubyrðin meir en 60% herri í nýja kerfinu með við gamla kerfið. Þannig það er okkar krafa að ný ríkisstjórn komi á raunverulegu styrkjakerfi og styðji við háskólamenntun, af því að maður er svolítið að berjast í bökkum við að mennta sig eins og staðan er í dag. Við eigum Evrópumet í atvinnuþátttöku af því að námslánin duga ekki fyrir framfærslu, samt skerðast líka lánin að maður vinnur og mikið með. Þannig við erum einhvern veginn svolítið á milli steins og sleggju, vegum salt á atvinnumarkaði og í námi. Þetta er ekki beint hvatning svona fyrir tekjulægri hópa að mennta sig? Nei, sannarlega ekki. Skuldið þið námslán? Já, ég held að sé svona flestir sem að sitji við þann bát. Þú varst nú ekki einum að vaða fram á ritvöllinum í liðinni viku, þú gerði það einnig, en það er mál af öðrum toga, alvarlegt engu að síður, vinnumansal. Þú hefur verið með skjólstæðinga sem að tilheyra þessu stóra vinnumansalsmáli sem kemur upp hann í kringum einhverja veitingastæði og nú standa þau frammi fyrir því að vera bara hreinlega svipt dvalarleyfi. Já, eða allavega er ekki ljóst hvað verður þegar að þessi atvinnuleyfi sem þau eru á núna að renna út, sem er að gera svona frá apríl, maí og júní. Kannski vandamálið er í hnotskurð það að dvalarleyfi sem að stendur þolendum mansals og hugsanlega þolendum mansals til bóða er svo veikt. Þannig að þegar að þetta mál kemur upp, sem er náttúrulega stærsta, umfangsmesta og kannski svona opinberasta mansalsmál sem að hefur svona ratað í umfjöllun, að þá er eiginlega allir sammála, í því af þeim sem eru svona í viðbragðinu og aðstoða þolendur, sem að eru þá við verkalýðshreyfingin og það er Bjarkarhlíð og Vinnumálastofnun og velferðarsvið Reykjavíkurborgar. Sem að hver og einn spilar bara mjög mikilvægt svona hlutverk í þessu viðbragði og það voru raun allir sammála það að þetta leyfi sem að er ætlað þeim var ekki nógu gott, þannig að það var farið í svona hálfgerða krókaleiðir og fengur þá að dvelja á grundvelli vinnu og fundu öll vinnu, það gekk vel bæði bara af því að þau voru bara harðdugleg sjálf en fengu líka mjög góðan stuðning frá Vinnumálastofnun en svo var ekkert tekin ákvörðun hvað myndi taka við og hvað myndi gerast næst og
og svo hefur bara lítið heyrst og ekki fengist skýrsvör eða neinsvör í rauninni varandi framhaldi frá stofnununum. Það náttúrulega einhvers konar tómarúm kannski í pólitíkinni, þú veist, það ekkit ljóst hvaða ráðherrar verða, eða hverju verða ráðherrar í þessum málaflokkum, þannig að veist, við erum náttúrulega bara undirbúið samtal við þá nýja ráðherra og það var komin svona óróleiki í hópinn. Þau voru að hafa samband og við áttum fund með þeim og erum náttúrulega alltaf að reyna að halda í þetta traust sem að við erum náttúrulega búin að leggja alveg gríðarlega mikið á okkur að vinna okkur inn. Og þess vegna skrifum við grein í rauninni af því að þau eru að fara að ókærast og við vildum á þessum tímapunkti varpa þessu fram. Og hættan einhvern veginn það sem maður sýnist að sé að gerast að einhverjir eru að fá bréf, eins og einn skjólstæðingur sem að leita til mér bréf frá Útlendingastofnun, það sem er verið að óska eftir gögnum og fleira og hann fær einhvern frest til þess og fyrir honum og hann sagði mér bara, ég sagði lögreglunni allt, þú veist, ég hélt, og þau sagði mér að ég er ekki rekin úr landi, þú veist, og hann skilur ekki okkur ef er núna verið að efast grundvallans í landinu og það er svona vantar kannski, finnst mér upp á að þessar stofnanir þegar við erum með svona viðkvæman hóp og í svona sérstökum aðstæðum, kannski taki tillit til þess hvernig móttakandi þessa bréfs og þessara Já, þetta svolítið svona computer says no, bara það er bara eitthvað svona regluverk innanhús regluverk að því að lögin eru sannarlega ekki alveg svona stíf. Akkurat. En þannig að okkur finnst það náttúrulega vera svolítið okkar hlutverk að þá tala þeirra máli og útskýra hvernig þeim líður. Það getur vel verið að einhverju sem vinnur hjá Útlendingastofnun eða Vinnumálastofnun ef að viðkomandi ekki að hitta fólki reglulega að þá það vantar kannski að þetta að geta sett sig í spór fólksins. Þannig að og þetta auðvitað ekki einu hópurinn, það eru fleiri hópar og það góða við þetta mál að það hafa aldrei fleiri leita til okkar í svipuðum aðstæðum. Það var alltaf stóra vandamáli með mannsalsmála, það var að finna þolendunda. Þeir vildi ekki koma til okkar. Fólk er hrætt. Og nú allt í einu eru fólk að koma til okkar og þess vegna náttúrulega það er svo ótrúlega mikilvægt núna að við einhvern veginn okkur takist vel upp og við langar bara að segja kannski svona, fólk sem er að koma til okkar núna á þess að ég sé að tala um eitthvað einstakt mál en svona einkennandi saga og að það er maður út í Vietnam og það er einhver sem nálgast hann og býður honum svona þannig sér gull og græna skóga, málar upp rosalega fallega mynd, þú getur komið til Íslands og unnið þér svona mikið pening og svo þarft að borga í nokkrum greiðslum alveg ótrúlega háar upphæðir við erum alveg að tala um kannski 10 milljónir í samkvæmt frásögnum sem við heyrum í nokkrum greiðslum og fólk er að selja eigur, ættingar er að selja eigur eða það er að skuldsetja sig úti og svo kemur það hingað og þá er það og mann finnst pínu erfitt að skilja kannski á hverju fólk gerir þetta skuldsetur sig fyrir svona marga milljónir en þetta bara fjárfesting til mjög langs tíma. Ég held að fólk sé að hugsa bara til og bara fyrir börnin sín og afkomendur og jafnvel foreldra. Algjörlega. Þetta er ekki svona eins og þau hafa ætlað að koma og vinna í 1 ár til að upplifa eitthvað nýtt. Þetta er bara eitthvað svona fjárfesting til frambúðar fyrir þig og börniðin. Akkurat. Stefán, hvað er að frétta austan? Það er allt mjög rólegt fyrir austan. Já. Og voðalega maður þakklátur að búa þar þegar maður er búin að vera hér í borginni í föstudagstrafík. Já, bara rétt fyrir jól. Mætir ekki stundislega Já, maður er svona sveittur og efriförunni einhvern veginn. Já. Það er, þó þetta sé ekki stór borga þá er mikil trafík og læti. Ég var nýlega í New York og þar er þetta ennþá verra og hávaðin og lætin eru gríðaleg og frelsið við að búa í sveitinni fyrir austan er bara frábært Já, allt er rólegt og allt svo gott. Engan hnífa ára sér nótunum og eitthvað rugl. En ef við tjáum með aðeins það sem búið að vera að tala um hérna þá varðandi námsmenn að okkur hefur bara Íslendingum aldrei tekist að komast á sama stað og Norðurlöndin til dæmis. Ég átti nú á tímabili svona hálfpartinn Tengdasoni sem var danskur og hvernig hann fór í gegnum sitt nám, framhaldsnám í Danmörku, það er bara létt og þægilegt
ungt fólk á Íslandi er nánast komið í burnout eftir að búið að klára háskólanám, það vinnur með, þú veist, þetta er bara óherilegt álag og því miður í þessu ríka land okkar ríka landi okkar skaffar ekki hérna niður allan stigina til ungs fólks eða námsmanna og þannig að þetta er hörmulegt ástand sko og eins og þú nefndir áðan að ný ríkisstjórn ég held að mikið lagist við það að þessar 3 konur taki við hérna. Einmitt, við vonum þetta bara að það verði fjárfest í menntun, einmitt og að því að þú minnist á Marja stúdenta sem eiga börn þá eiga Íslandingar Evrópumett í því, það er hvergi annars staðar herra hlutfallið af stúdentaforeldrum, 37% okkar eiga 1 eða fleiri börn í námi. Samt er sko stuðningurinn við stúdenta sem eru foreldrar mjög lélegur eins og staðan í dag. Það er hægt að fá fæðingastyrk námsmanna, hann er skilgreindur í mánuðum, þú færð 6 mánuði og hann er 80% af framfærslu menntasjóðs, þannig að þetta er 220 skall sem dugar ansi skamt fyrir framfærslu og kemur sérstaklega niður á... Bara valla fyrir leigu? Nei, einmitt valla fyrir leigu á stúdendagörðum sko, einmitt. Þannig að það þarf að fjárfesta í menntun, fjárfesta í stúdentum og líka einhvern veginn fjárfesta þannig að við tökum með að því hvað við erum fjölbreyttur hópur. En já, ég er sammála, ég er bjartsýn með framhaldið, með valkyrju stjórninni. Já, þær virðast vera svona nokkurn veginn búin að ræða í ráðuneytin. Eru þið með svona eitthvað hérna, vil ég veðja á eitthvað? Já, ég... Hver held að fara í forsætisráðherrann? Er þetta ekki bara Kristrún held ég. Já, ég var í pínu hissa á það. Ég hefði eiginlega haldið að Þorgeir ætti að taka forsætisráðherrann og ég hefði giskað það sama. Og hún ætti að taka fjármálaráðuneytið og Kristrún. En það er svo sem, er þetta ekki bara spekulasjónir þangur til að þetta verið kynnt á morgun? Jú, eflaust svona spekulasjónir en mér finnst nú líklegt að sé eitthvað til í þessu með samt forsætisráðuneytið og að Kristrún verði þar eða svona, ég upplifði að væri hugsanlega einhver fótur fyrir því sko og jú, svo er náttúrulega bara samkvæmisleikur á kaffistofum að hérna giska hver verður hvar ég held að hún hérna Þorbjörg Sigríður verði í dómsmálaráðuneytinu, ég ætla að spá því. Já, ég hugsa að hún verði nú flott þar. Já. Ég bindi miklar vonir við hana bara, ég vonur að hlusta það er auðvitað svo margt sem að gengur á og mæðir á því ráðuneyti í útlendingamálunum sem eru kannski þau mál sem að eru svona mér svona hjartfólgin allavega þessa stundina það er, en hérna svo er það forsætisráðuneytið, ég meina og sjávar og útvegs og við erum að tala hér hvalveiðina og það er eitthvað hérna svo margt sem að gekka á þessari viku Bjarni Benediktsson gefur út leyfi þannig fyrir hval fyrst þannig kemur í ljós 5 ára leyfi og síðan kemur í ljós að þetta 5 ára leyfi endurnýi sig árlega sem að er einhvers konar skrítin flækjar til að segja bara út í hið óendalega hérna, þið hlynt hvalveiðum eða hvað haldið þetta muni breytast með nýjum ráðherrum? Ég veit ekki, það er eins og sjálfstæðismenn séu núna á fullu að reyna að gera eitthvað áður en að konuna komum staða til að laga hlutina. Þeir voru líka að breyta reglum rammaáætlun, það er verið að stjarða réttindi sveitarfélaga til að standa í vegi fyrir þeim og eitthvað svona, það er einhver líkar en sé á fullu bara við að reyna að koma svona sín í gegn áður en þeim tapa stólunum. Já, því sem svo sannarlega var hafnað í kosningunum. Já, varðandi hvalveiðar, en ég hef alltaf átt svolítið bátt með að mynda með skoðun á þessu vegna þess að mannstjafnan hún stjórnar lífríkinu frá A til Ö. Þú veist, bara öllu. Það þarf að stjórna veiðum þarna til að stofnum verði ekki stór og svo framvegis. Þá hef ég aldrei stílið hvernig á að undanstýla hvalina, hins vegar á hinbóginn, að þá fannst mér Svandís til dæmis ekki verið í neinum hún átti eiginlega engan valmöguleika á öðru en að stoppa þetta þegar kom í ljós að byssurnar stóð á sér og það var ekki að drepa hvalina nema mörgu klukktum. Þetta var náttúrulega óboðlegt eins og þetta var sýnt þarna í
stýrslu matvælaráðuneytisins. MAST, já. Þannig að ég eins og ég segi, ég veit ekki alveg hvað ég á að standa í þessu en það þarf að vera hægt að gera þetta á einhvern stjórnvirkan máta allavega. Já, af því að þú minnist á þennan tendens mannfólksins til þess að stýra náttúrunni. Stýra stjórna öllu, sko, já. Og þá þetta mér í hug sjókvín. Nú hafa austfirðingar verið í baráttu, það bara hreinlega á Seyðisfirði. Já. Veistu hvar þau mál standa? Þau standa bara illa, allavega fyrir þá sem vilja friða fjörðin, sko. Það virðist allt stefna því að veita þarna leyfið, sko. En Seyðfirðingar, þeir gefast ekkert upp og þeir eru Seyðfirðingar. Mér finnst þeir bara vera í fullum rétti með að stoppa þetta, þar að segja ef svona stór meirihluti fyrir því að koma í veg fyrir þetta. Hvað er ekki talað um 80% eða eitthvað? Já, 75% hefur verið talað um, sko. Það eru næstu því allir. Já, og þeir hafa mjög sterk rök með sér friðuna sína vegna þess að þarna fara kvíar inn á siglingaleið og það er allt það er margt sem að stendur með þeim í þessu allavega. Þannig að ég vona að þeim tækist það bara, stoppa þetta. Já. Þetta er áhugavert. Það er auðvitað ýmislegt að gerast í vinnumarkaðsmálum líka. Það er auðvitað þetta, þau kallast á í fjölmiðlum, Efling og virðing. Þú væntanlega fylgst með þessu eitthvað? Já, ég meina það virðist bara vera frekar óumdeilt að þarna sé stéttarfélag sem að atvinnurekendur hafa stofnað og sitja í stjórn á eða nánir fjölskyldumeðlimir, 18 ára dóttir veitingamanns situr í stjórn, skilst mér og svoleiðis, þannig að það virðist engin svona vafi liggja á því, hefur mér sýnst að þetta sé í rauninni atvinnurekendur sem að stofna þetta stéttarfélag og þá eru þeir náttúrulega einhverju leiti að reyna að semja við sjálfan sig. Þannig að þetta er bara það sem að hefur verið kallað gult stéttarfélag og já, mér finnst bara Efling hafa verið mjög svona einbeitt og bara mörguleiti aðdáunarverðar þessar aðgerðir, sko, og virðast vera að skila árangri. Það er að segja, það eru fyrirtæki að segja sig úr sveit í kjölfarið á þessu og ég meina, ég held að maður getur alveg skilið, þetta er alveg örugglega erfiður rekstur að vera í veitingarekstur, held ég. Ég meina, maður veit alveg að launakostnaður er hár og maður hefur alveg fulla samúð með því, sko, en þú veist, upp á ákveðnu marki. Upp á ákveðnu marki, þú veist, maður fer ekki yfir þessa línu að stofna eigið eða gult stéttarfélag, þú veist, það er einhver lína, sko, en maður reynir að bara ná kjarasamningi við alvöru stéttarfélag. Og líka, sko, mér hefur líka fundist veitingamenn, til dæmis veit ég að þeir eru í mjög svona erfiðri samkeppnisstöðu vegna þess að það er mikið af brotum á launafólki í veitingageiranum og þessir svona heiðarlegu atvinnurekendur og veitingamenn eru náttúrulega í beinni samkeppni við þá og það finnst mér að ætti líka að vera áherslumál fyrir þá veitingamenn, það er að segja, að vinna gegn þessu vegna þess að það er örugglega óþolandi að vera með metnaðarfulla veitingasta og leggja mikið í að framreiða góðan mat og svo er einhver bara í næsta húsi að selja máltíðina kannski 1500 krónum ódýrari eða eitthvað og af því að hann er ekki að borga rétt laun. Og þetta, það er mikið svindl og mikið og mörg missendingamál sem hafa komið upp í veitingagerunum, þannig að það væri gaman að sjá, ef maður verður með samherja þar. Já, einmitt, í nýrri ríkisstjórn. Já, og bara í veitingamönnum, sko. Já, í veitingamönnum, já, innan geirans, já. Já, það væri nú bara ansið flott ef að þau myndi bara taka svolítið stjórnina þarna, þau sem tilheyra ekki þessum hópi. Akkurat. En svo eru það eru þetta leikskólamálin alltaf og þau koma við stúdenta og bara alla einhvern veginn fyrirtækja leikskólar, það er eitthvað sem eitthvað nýtt sem hefur ekki verið talað um hér áður en er núna
allt í einu bara komið að þeir virðist á bara fullt swing. Það eru hérna einhver stórfyrirtæki sem ætla að fara að bjóða upp á leikskólapláss. Hvernig hérna, einhverjir hafa nú bent á og hérna hafa verið sko formaður félags leikskólakennara og segir þetta sé varhugavert, það sé hérna að stórfyrirtæki séu einhvern veginn að vasast í þessum málum og hann spyr líka þeirra spurningar, bara hvernig í ósköpunum ætla þau að finna starfsfólkið sem við finnum ekki. Og hérna, já, þannig að það er svona, hafið þið Lísa heldur að þetta sé jákvæð þróun? Mér finnst þetta varhugaverð pæling og náttúrulega bara sprottin upp úr mikilli neyð, en ég get ekki ímynda mér að þetta sé góð hugmynd, sko. Nú tala ég bara fyrir mig persónulega, en bara til dæmis að vera kannski starfsmaður og leikskólaplássið þitt veldur á vinnuðinni, mér finnst það svona, já, mér finnst þetta varhugavert og líka, þú veist, verður þetta þá í hagnaðarskyni, mun eitthvað við þá leikskólakennslu litast af hagsmunum fyrirtækja eiganda, mér finnst þetta svo, já, mér finnst þetta varhugavert, við getum alveg orðað. Já, það er svona margt sem kallast á þarna í þessu. Þetta er skammtímalist líka, þú veist, það þarf bara að lögfesta leikskólastigið og fjárfesta almennilega í því að mínu mati. Og kannski bara lengja fæðingarorlofið til þess að brúa þetta bil. Já, mér finnst þetta einhvern veginn eiginlega alveg absúrt, sko. Og þegar maður sá fyrst fréttina, var ekki Arjóbanki sem að byrjaði á að tilkynna að það ætla að fara að reka leikskóla og Alvotech og ætla að byggja einhverja 3 leikskóla. Þú veist, mér fannst þetta eiginlega bara eins og okkur 1. apríl grín fyrst, sko. Þetta er svo fáruleg hugmynd. Og það eru þetta margt í þessu, þú veist, það er náttúrulega verðist vera að börnum verði mismunað, það er að segja að það eru ákveðin börn sem að komast þarna inn í allavega held í 50% af plássanum eru það að tala hjá Alvotech og þá erum við einhvern veginn farin að flokka börn á leikskóla eftir fyrirtækjum, þú veist, en ekki eftir hverfum og þá kannski minni svona blöndun, þú veist, ég held að við hugsum, þú veist, það er svona ákveðin konsensus held ég það að leikskólar eru eiga að vera reknir af hennu opinbera og þetta er jöfnunartæki þar sem að börn koma saman, þú veist, og læra að búa í samfélagi og svo framvegis. Þannig að það er eitthvað voðalega skrítið við þetta, þú veist, að fara einmitt að flokka börn eftir fyrirtækjum eins og Lísa benti á leikskólaplassið hangi þá væntanlega á starfinu, þú veist, við náttúrulega verkalýðshreyfingunni hefur lengi bent á skaðsemi þess að húsnæðið hangi á starfinu og þannig að komið leikskólaplassið líka. Og svo er það náttúrulega með starfsfólki eins og þú segir, ég meina það er skortur á starfsfólki á leikskóla og ég meina þau eru ekki að fara tafra fram eitthvað nýtt starfsfólk, þannig að væntanlega verið tekið starfsfólk af öðrum leikskólum. Já, og hann talar náttúrulega fyrir hönd menntaðra starfsmanna leikskóla að það væri þá kannski frekar ófaglært og svona öðruvísi útfært, jafnvel. Já, og þetta er þetta ekki bara einmitt svona skýrt dæmi þegar að kerfi eru, veist, kannski vanrækt og og það er komið svona ákveðið krísu ástand og að þá getur svona lausn einhvern veginn virst góð, sko, en þetta eru þetta einhver grundvallar breyting þá sem er að verða. Er þetta kannski svona þegar ákveðin öfl svelta, ákveðina innviði þá svona, og svo allt í einu kemur riddarinn á hvíta hestinum sem er þá stór fyrirtæki eða enga aðili. Akkurat. Við höfum séð þetta víða þetta og erlendis ég meina að það hefur sko, það eru til heilu þorpinu þetta svona í kringum láglaunastéttir þar sem fólk er með börnin sín í leikskólum og einmitt og kannski part af húsnæði það er að fá engin laun svo sem en það treystir á að einmitt þetta er svona, já, þetta er eitthvað svona vítaringur sem að maður einhvern veginn svona hefði ekki ímyndað sér að myndi fara svona langt hér? Nei, bara alls ekki, sko. Þarna þú nefnir innviðina að þarna kemur bara enn einn birtingamyndin, sko. Já, nú er ég búin að gleyma hvað ég ætla að segja. Já, það gerist bara mjög oft og er alveg eðlilegt hér í þessu borði. Já, með innviðan, þú veist, þeir mitt hafa verið svona svolítið sveltir, það hefur verið heilbrigðiskerfi er alveg á þolmörgum. Það var nú frétt í vikunni þar sem að læknir segir frá því að það hafa verið yfir 110% nýtingarhlutfall á hvað heitir það? Bráðamóttökunni, já.
þetta var svona, smitaðir, gleymskunni yfir. Já, og þetta eitthvað sem ég meina, þetta að fara að breytast með nýjum spítala eða hvernig sjáu þetta fyrir ykkur? Sko, innviðasvelti aftur. Það er búið á góðærinu fyrir hrun, það var innviðasvelti. Og örfáum árum seinna þá forðar Björn Sóka sér frá borði og segist ekki að sökka með þessu skipi. Þetta hefur bara verið á niðurleið undir stjórn ákveðna flokka sem við vitum alveg hverjir eru og það er bara því miður, það er löngu tímabært að breyta þessu og fara að snúa vörnin sókn. Við þurfum að sækja tekjur þar sem að skattaafslættir eru gefnir til fyrirtækjaeigenda, til fjármagnseigenda, til stórfyrirtækja og svo framvegis. Það er bara svo mikil skekkja í þessu hjá okkur. Þannig að það er til nú á peningum. Þeir eiga bara ekki að lenda í vasa örfára aðila sem að hyrða arðin af sjávarauðlindinni eða hverju öðru sem skilurðu. Og að horfa á Norðurlöndin í samanbyrjunum, við erum bara ekki á sama stað og þetta eru löndin sem við viljum byrja okkur sama við. Við höfum bara aldrei komist þangað. Nei, en við höfum pening fyrir hér. Já. Það verðist vera. Já. Hvað finnst ykkur svona þetta varnarsamstarf? Nú erum við komið 400 hermenn og það var nú svona, það var byrjaði að segja frá þessi síðustu viku en svona hélt áfram út í þessa samtalið. Við fengum til okkar friðasinna sem að bara átti ekki til auðgat ekki orð eiginlega yfir umfanginu en þetta er auðvitað mikill peningur sem fer í þetta. Ég held að þetta er mjög vond hugmynd bara mjög vond hugmynd. Hver vill eiga barn sem er sent í herinn? Það eru Íslendingar sem fari hér en hann er bara ekki á Íslandi, hann er í Noregi eða Frakklandi eða það er frjálsfræði vinnuafl milli landa innan Evrópu, þannig að þeir sem að vilja endilega komast í herinn, þeir komast alveg. Ég held að enginn sé til í þetta sko. Nei, verður stúdendar, væru þeir ekki fínir hermenn? Nei, pennin á að vera vopnið okkar sko. Nei, þetta er ótrúlega surrealist bara, finnst mér og bara mörgu ungu fólki í kringum mig. 400 hermenn á Íslandi. Og á að bæta í, skilst manni. Þetta er svona, smá ókveikjandi þróun. Þriðja heimsstyrjöldin vofir dálítið yfir. Já, þetta er óþægileg og óhugnarleg þróun og eins og kannski margir hafa bent á, það hafa kannski verið svolítið svona fjarverandi einhver virk friðarhreyfing síðustu ár á Íslandi og maður kannski sakna þess, að það sé sterkar raddir einhvern veginn að tala fyrir friði og það er bara einhver svona stemming, finnst manni, einhver svona stemming sko. Og óþægilegt. Mjög óþægilegt og og bara mjög óhugnarlegt sko. Og mér hefur fyndist utanríkisráðherrann okkar líka tala svolítið óþægilega, svona óþægilega mikill stríðsæsingur einhvern veginn í hennar hvernig hún talar sko. Já, akkurat. Og það er auðvitað sko úr nú bara úr hernum yfir í byssur, það er ekki langt á milli, en lögreglan hún beitti rafvopni, rafbyssu í fyrsta sinn núna í vikunni. Og hefur lítið vilja gefa svo sem upp hvað átti sér stað þarna en það var maður með hníf og til þess að yfirbugan þá gripuður í vopnið. Þetta er nú svolítið svona ókvælir þróun, er það ekki? Jú. Ég hef stundum velt þessu fyrir mér, það er náttúrulega margir sem hafa talað mjög sterkt gegn því að lögreglan á Íslandi vopnvæðist og svo þarf maður líka að velta yfir sér nú ég orðin lögreglumaður út á götu og mæti einhverjum brjálæðingi, segjum bara, hvort sem hann er með kylfu eða byss eða hvað annað. Ég færi aldrei í lögreglustarf öðru sem að vera með eitthvað, mér finnst að rafbyssan
maður veit ekki hvað kemur fyrst sko, eiga glæpamennar komið fyrst og vopnast og svo þarf lögreglun að vopnast það eftir eða á lögreglun að vera undan eða hvernig eigum við að hafa þetta eiginlega. Ég myndi ekki vilja lenda í átökum við hvert sem þú veist, í starfi sem lögreglumaður. Þá ekki bara rafbyssan svona þægilega laust. Ég velti fyrir mér. Bara, þetta eru hrikalega vondar aðstæður að lenda í. Já, það ber ekki allum saman svona hvort það sé hvort að maður eigi að mæta hörðu með hörðu, sko. Þetta svolítið svona og ekki allir sammála það, en ég persónulega þeirra skoðunar að lögreglan ætti ekki að vopnavæðast, en það eru ekki allir sammála mér, en ég skil þetta sjónarmið að lögreglufólk það eru oft í erfiðum aðstæðum og það getur verið hrætt sko lífsitt og limi, en Nei, þetta ekkert einfalt sko, en ég held að það allavega fara alveg rosalega varlega held ég öll svona skrefa því að þau eru aldrei, ég held að það sé aldrei farið tilbaka sko, það eru keypt vopn og svo eru þau náttúrulega bara til og eru notuð og þú ferð einhvern veginn ekki tilbaka í þessari þróun held ég. Nei, en kannski hefur sjóðfélag okkar bara, við erum öll að kvarta hér með innvið og það allt í rugli eða svona, ekki allt, en margt mætti fara betur og það er spurning hvort að með betra sjóðfélag að það sé hægt að bakka út úr þessu, ég veit það ekki, ég er efast en ég segi það bara aftur að lögreglumaður sem að stendur frammi fyrir því annarkvort að fara í handalögmál við einhvern brjálæðing, alveg saman hvernig hann lítur út. En þá ekki piparóðan nú? Mögulega, jú. Þeir hafa nú farið alls óspart með piparóðan reyndar. Á árinu bara. Það er ekki til fyrirmynda, ekki það sem maður hefur séð. En munið líka það var það var einhver leiðtogafundur sem að stjórnvöld skipulögðu og það, ég man ekki, það var Norðurlandaráðið bara núna síðast. Nei, þar á undan. Ég man ekki að það var fjallað þetta Evrópu þing. Eitthvað svona það sem að Zelenski átti kannski að mæta. Akkurat. En þá var einmitt Morgunblaðið fjallaði svolítið það og hvað var rosalega mikill peningur sem að fór þar í að kaupa vopn. Bara rosalega mikið af vopnum fyrir einhvern veginn þann viðburð og svo veltum maður fyrir sér hvar eru þessu vopn, hvað er gert við þau, eru þau seld aftur eða eru þau núna bara partur af okkar samfélagi? Þau eru bara partur af vopnabúrinu. Það er svolítið, það er óþægilegt að hugsa það, en það eru þetta svona til statistík að vopn á Íslandi eru ofboðslega tíð og algeng, hvort að það séu til 3 vissur á hvert mannsbarn eða eitthvað svona, þetta er bara alveg voðalega mikið. En þetta eru auðvitað mikið af þessu í sportveiði. Já, og mér langar til að reyfi upp eitt mál sem er svolítið magnað. Byssur á Íslandi eru geymdar í læstu byssuskápum svona það er almennreglan held í örugglega. En þegar að gaurinn tekur upp byssu New York og stýtur framkvæmdastjóra healthcare fyrirtækisins og hann er hylltur þessi maður sko fyrir að losna við þennan óþverra sem hefur neitað fjölda mannsum nauðsynlegar aðgerðir í heilbrigðiskerfinu. Þetta er orðið ótrúlega einhvern veginn Er hann ekki bara hetjan sem við þurfum? Mögulega, þú veist, hvenær ætla fólk að átta sig? Þú veist, misskiptingin hún bara heldur áfram að aukast og það var birt grein eftir milljónamæring sem skrifaði árið 2013 heikaflarnir eitthvað koma eftir okkur auðmönnunum og hann er aftur að tjá sig núna nýlega þessi maður að misskiptingin hún er orðin þannig að þetta mun gerast, það er bara spurningum hvenar. Þannig að það er áhugavert að fylgjast með þessum, ég bara upphafið þessar réttarhalda. Nú hefur hann verið ákærður fyrir hryðjuverk sem er svolítið merkilegt og það er nú það er ekki orð sem er notað yfir hvern sem er. Það er svona þeir sem að synda gegn ákveðinni svona
í rauninni bara svona ólíkarka stjórnarfari Vesturlandana, svona þeir verðast vera kallaðir hryðjuverkamenn. Já. Og það og það náttúrulega Miðausturlönd, náttúrulega fólkið þaðan þekkir það mjög vel og nú mikið að vera þar alveg þvílíkir umbrotatímar bæði í Sýrlandi og svo þetta bara þjóðarmorð í beinni. Já. Og hafið þið eitthvað fylgst með fréttum af Gaza í vikunni? Já, maður alltaf í sambandi við nokkra og þetta ég man bara þegar við töluðum að hafa öll augu á Rafa. Já. Og nú ekkert eftir af Rafa. Nei. Þetta eiginlega bara, já. Það einmitt landamærin sem við fórum í. Fórum og náðum fólki yfir og yfir til Egyptalands þegar við fórum utan með landsöfnun, neðarsöfnunina. Og það ekkert eftir. Það bara búið að jafna við jörðu með þess að landamæra stöðina. Já, Ísraelsmenn einu sinni voru öll sem voru að útrýma þeim í sérstökum búðum með gasi og tilheyrandi og nú falla þeir á sama prófi þú veist, nú eru þeir bara í hlutverki böðulsins og þetta náttúrulega bara eins sorglegt eins og nokkuð getur orðið Já, þetta maður veldur fyrir sig hvernig þetta getur gerst og ég kannski, þetta svona þegar við gerum aldrei neitt upp, ég hef hugsað það, við höfum einhvern veginn og ég meina gyðingar og þjóðverjar, við erum að sjá þau bregðast við. Þýskaland farið að beita alveg óbúslega undarlegri hörku í garð bara araba og svo þeirra sem að mótmæla fyrir og með friði í Palestínu og þetta svona eins og þú veist, af því að það hefur ekkert, þetta var einhvern veginn bara svona þetta kláraðist og var plástur og svo skulum við bara ekki tala um þetta meir. Það sé svona kannski afleiðing þess að einhvern veginn hafi ekki fengið að læra af neinu. Já, þegar Angela Merkel var stjórnandi í Þýskalandi þá ætlaði hún að leysa þessa flóttamannadeilu í samstarfi við aðra Evrópuþjóðir. Já. Því miður þá bara mistókst það. Ég held að máli væri svolítið öðruvísi í dag ef að Ungverjar hefðu tekið öðruvísa málum og Pólverjar og margir fleiri austurríkismenn. Það voru bara máltíka sem að reistu bara girðingar og gaddavir og eins og ég segi, ef Angela Merkel hefði verið í dag þá var staðan mögulega önnur af því að hún lagði sig alla fram að reyna bara að leysa þessi mál. Þannig að þetta staðan í heiminum í dag hefur eiginlega ekki verið svartari bara í mjög langan tíma. En það nú samt ekki koma jól. Það kom einhvern veginn alltaf jól. Ég var með allsherjargoði hjá mér í gær. Það þetta sólstöður líka. Sólstöðuhátíð hjá Ásatrúarfélaginu á morgun. Eru þið í Ásatrúarfélaginu eða þjóðkirkjunni? Nei, bara ekkert þessu. Nei, en maður lítur samt að fagna sólstöðum og að fara að birta, heldur betur. Já, maður finnur það svona innan í sér eiginlega. Já, mér líður eins og klukkan sé 10 kvöld bara akkurat núna. Það er alveg magnað að við skulum þrauka þessu stýri í myrkrinu. Já, ég þekki mann sem að segja alltaf, já, Ísland vill ekki neitt búi á sér. Það er svona eins og það eiginlega svona að reyna var okkur við, komið ykkur hérna. Eins og það ótrúlega farlegt þá getur þetta verið alveg svakalega svart. Já, þetta er svolítið svona spennandi. Já, það er það en var þetta jólin, mér finnst nú eiginlega jólin hálfparti vera orðin hátíð andskotans afsakið. Já, bara kaupa æðið og brjálæðið og nú konur að stíga fram, það þarf að gera svo margt það fara með öll börnin þangað og hitt og þangað og ef að fólk gefst ekki upp á jólunum þá gefst það aldrei upp Já, einmitt, það eru kóratónleikar og svo eru eitthvað í ballettinum og fótboltanum og svo eru bekkjapartí og já. Þannig er eins og mannstefnan bara langt í land með að komast áfram í þroska og hætta þessu. Þetta er bara klikkur. Þetta er kannski ekki alveg svona í anda jólahátíðarinnar, allt þetta stress. Nei. Það er það ekki en fyrir mér það sem er erfiðast ég fer á svo mikil neyslu bömmur alltaf í aðdraganda jólana og það er bara að gera með maður náttúrulega kaupa ótrúlega mikið á jólugjöfum og það er gaman að gefa gjafir, ég er ekki að segja það en
en við eyðum bara öll svo miklum peningum og það er svo mikið verið að kaupa og ég bara einhvern veginn fyllist alltaf pínu vonleysi sko og svo er maður með 3 börn og þetta er svo mikið dót og sem maður þarf að koma fyrir og svo mikið spenna og svo koma jólasveinarnir og bæta á Já, akkurat og maður er alltaf bara svona, er ég að gera rétt fyrir börnin mín, er þetta virkilega eitthvað gott uppeldi að vera að við séum að taka þátt í þessu neyslu Svo náttúrulega er eitt sem að menn gleyma að mismunun heimsins hún kemur mest fram á jólunum. Það eru gjafinir skóin, þú veist, bla bla, þú veist. Einn fær tölvu eða síma í skóin og hinn fær kartöflur sem að það var ekki til mandarina. Það við fengið kartöflur í skóin? Nei, mér rámar í það einu sinni. Ég man nú ekki hvað ég gerði af mér en ég hef einu sinni, fengið kartöflu í skóin. Ég fekk líka einu sinni kartöflu í skóin en ég hef sko systur mín að gruna að hafa sett hana þar. Skipt út kannski. Já, því henni fannst eitthvað leiðileg. Ég held að sé nú alveg gott fyrir börn að fá einu sinni kartöflu sko og þau muna það alveg alltaf sko. Það er alveg svona fyrirbyggjandi. En það það er auðvitað, það er gaman að vera með börnum í kringum jól. Það er auðvitað, það er alveg dásalegt. Eru þið með svona ríkar hefðir í ykkar fjölskyldum? Það er auðvitað líka, það er ákveðin misskipting þar, það er auðvitað eiga ekki allir einhvern að til þess að eyða jólunum með og það er hér mikið af flotta fólki, það eru heimilislausir og annað. Hafið þið einhverja svona hefð svona, þegar kemur að þessum hópum, bara svona gefa með ykkur? Engin? Svona krippuljóð sko það sem ég hef gert og núna einhvern veginn svona einsett mér einmitt það því að þú talar neyslubömmel þá hef ég svolítið verið að vinna með að annarkvort skiptast á hlutum, þú veist, við svona fólk úr bara svona mínu nærumhverfi, við kannski skiptum, þú veist, skiptumst á jólakjólum og eitthvað svona og svo er náttúrulega hægt að kaupa notað, það eru fjölmargar verslanir sem að sinna því og svo eru auðvitað hjálpar samtökin öll farin að bjóða upp á sko bara svona gjafakort í rauninni, þá getur gefið gjöf sem svo gefur áfram og í nafni einhvers það er auðvitað mjög fallegt. Einmitt. Jú, maður svona gerir eitthvað til að reyna að sportna gegn neyslunni sko og mér finnst til dæmis alveg bara frábært að kaupa notaðar gjafir handa börnum sérstaklega, það er svo mikið til og margir vettfangar sem er hægt að kaupa slíkt sko og svo náttúrulega svona kannski reyna maður að fækka gjöfunum frekar og frekar að reyna að hitta vini sína í desember og gera eitthvað með þeim og svoleiðis sko samvera það er svolítið gott og mér finnst bara eins og börnunum mínum finnst bara ógeðslega gaman að fá líka gjafabréf í einhverju upplifun þeim finnst það bara mjög gaman sko þannig að mér finnst það líka hjálpa til að minnka dótið sko það er nefnilega það eru til hérna ýmsu leiðir svona til þess að sportna við þessari neyslumenningu sem að verðist vera hún ætlar alveg að drekja manni í aðdraganda jóla eins og svo margir Íslendingar flýja til Tenerife það er endur alveg dásamlegt og þá er eitt skilyrði, það er að sleppa pökkunum. Já, er það svo? Ég hef ekki gert svo fræg en ég dauð öfunda fólk sem er á Tenerife akkurat núna. Já, þetta hvarflaði alveg að mér í ár. Ég væri alveg til í að vera bara á einhverju sólaströnd langt í burtu frá jólunum. Já. Ég er ekki viss að börnum mín myndi samþykkja það en hver veit, kannski þau verið eldri. Já. Það búið að vera ofsakvæmt á okkur herðu, kannski að því að Jón Davíð mætti ekki í dag, hann hefur ykkur starf vilst á leiðinni það er svona eitt að lokum sem að ég ætla nú aðeins að ræða við hann en þið verður bara að sitja undir því það er þetta skipulagsmál í Breiðholtinu það er þetta sko án þess að maður þurfi að vera einhver sérfræðingur í arkitektúr þá sér maður það nú alveg strax að það er illa komið fram við fólki sem þarna býr það rís þetta ferlíki
Myndið þið sætt ykkur við að hafa þetta í stofunni? Nei, þetta bara gjörsamlega óboðlegt, því líka skerðing á lífsgæðum og páfagaukarnir orðnir þunglindir bara, sjá ekki til sólar. Það segir sína sögu. Já, hræðilegt. Já, þunglindir páfagaukar í Breiðholtinu. Já, mér skilst líka, þetta alveg óskiljanlegt náttúrulega að þetta hafi gerst sko. Já. Og mér skilst líka að sumar íbúðirnar eru bara með glugga í átt að þessu bara sjá þá bara svona grænt, eitthvað græna plötu sko. Og hlýtur alltaf vera baðað einhverjum grænu ljóma, þú veist, inn í íbúðinni og þetta alveg ótrúlegt sko. Já, og svo einhvern veginn vill lengi taka almennilega ábyrgð á þessu. Það eru verktakar beggja vegna, annars verður borginni og svo þessa félag sem byggir þessi húsnæði. Þau svona, ég virðast á einhverju tímapunkti hafa bæði svona ákveð að færa sko, færa aðeins til teikningar. Hvað haldið þið að verði gert? Verður þetta bara rifið eða okkur eftir að bara ég kveiki þessu eins og jólageitinni en það er boðum að brenna þetta er náttúrulega bara slys sko. ég veit ekkert hvernig svona getur gerst en hvernig að bregðast við þessu eftir á er hægt að setja stóra spegla á speglar sem eru svona ekki beinir heldur vísa svona í 45 gráður þú veist. Eða skjái. Það horfur út á sjálfum og sér sko eitthvað sem er í hináttina eitthvað, bakið húsið eitthvað. Nei, ég veit ekki hvernig er hægt að tækla svona, þetta er algjörlega fáránlegt að lenda í þessu sko. Ég sá nú, það var einn kunningi minn sem á skiltamálun Reykjavíkur, hann stakk upp á því að það yrði bara gert risastórt vegglistaverk, bara, það er nú mjög breiðholtsleg lausn á málinu. Það hljómar vel líka. Eða bara, ég samt að ætta að rífa þetta bara... Það verðist að vera eitthvað svona einingarhús, það ætti nú að vera bara jafn auðvelt einhvern veginn að taka það niður og setja upp. Já, fyrst, ég nefndi áðan að ég hefði farið til New York núna fyrir nokkrum vikum síðan og það eru einhverjir kílómetrar af götum í þessari borg þar sem skín aldrei sól niður á götuna. Aldrei. Þetta er náttúrulega bara ótrúlegt ferlíki þetta er svona steipufrumskór sko. Þetta er bara hrikalegt að sjá þetta. Sumir vilja meina að þetta sé svona fallegasta manna verk einhvern veginn þessi borg. Þú villist ekki í New York. Já, maður þekkir það náttúrulega eitthvað svona úr bíómyndum og eitthvað, þú veist, það sem er bara svona stutt á milli húsa, þú veist, en þá ertu allavega með einhverja múrsteina og, þú veist, eitthvað allavega finnst mér það alveg geta verið sjarmerandi, sko, en það er ekkert að segja það þessa grænu plötu. Græna blandar og svolítið jólaleg samt. Svo höldum í jákvæðnina heima. Lísa, Saga og Stefán, það er búið að vera alveg dásalegt að tala við ykkur og þakka ykkur bara kærlega fyrir og ég vona að þið njótið jóluna þó að við höfum farið á handalöpum yfir hamfararfréttir eiginlega þá er nú samt alveg gleði í hverju hjarta við þetta borð, eða ekki? Jú, heldur betur, sannlega. Herðu, ég bara þakka ykkur kærlega fyrir og óska ykkur gleðilegra jóla Sömuleiðis. Ég heiti María Lilja og ykkur kæru hlustendur og áhorfendur vil ég einnig óska gleðilegra jóla og ég bara hlakka til að sjá ykkur sæl og fín bara í næstu viku.